Formaður Framsóknarflokksins segir forsætisráðherra leggja sig fram við að skapa klofning meðal þjóðarinnar. Hann segir tjónið af núverandi ríkisstjórn vera meira en tjónið af hruninu öllu. Jóhanna Margrét Gísladóttir. Framsóknarflokkurinn hélt miðstjórnarfundi í rúgbrauðsgerðinni í dag. Í ræðu sinni var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson harðorður í garð ríkisstjórnarinnar og sagði að henni hefði mistekist að bæta hag þjóðarinnar. Tjónið af þessari ríkisstjórn orðið meira heldur en tjónið af sjálfu hruninu. Það þau klikkuðu á því að taka á lánamálum heimilanna, fjárfesting fór í sögulegt lágmark, atvinnuleysi hefur aukist miklu meira en það hefur þurft að gera. Þegar allt þetta kemur saman, þá það tjón meira heldur en nam hruninu sjálfu. Honum finnst orðræða stjórnvalda að hafa afvegaleitt rökræðina og bar hana saman við málflutning íslenskra kommunista á millistríðsárunum. Þegar meiri segja sjálfur forsætisráðherra landsins leggur sig fram við það að skapa klofning frekar en samstöðu og lýsir heilu stéttunum sem bara glæpamönnum, jafnvel undirstöðu stéttum í samfélaginu eins og þeim sem starfa í sjávarútvegi. Það náttúrulega ekki til þess fallið að byggja upp eða að efla samfélagið. Þá segir hann að nú þegar ár í kosningar sé mikilvægt að halda vel á málum. Maður svo sem hættur að gera ráð fyrir því að þessi ríkisstjórn fallið, hún virðist ætla að sitja sama þó að ekki gangi því að innleiða stefnuna og í sumum tilvikum hefur það bara verið gott að stefna hafi ekki verið innleidd. En ég sé fyrir mér og vona að menn muni nýta þetta ár í rökræðum hvað ég að taka við eftir kosningarnar og þá hef ég ekki áhyggjur af framhaldinu. Undanfarin ár hafa farið til spillis, segir formaður Framsóknarflokksins, en mikil tækifæri framundan sé rétt á spilum haldið. Hann segir meira tjón hafa orðið af viðbrögðum ríkisstjórnarinnar við efnahagshruninu en af hruninu sjálfu. Framsókn fyrir velferð fólks og heimila var heiti miðstjórnarfundar Framsóknarflokksins í rúgbrauðsgerðinni í dag. Formaðurinn fór yfir hið pólitíska svið og hvað var í framundan. Eftir í huga þau gríðarlega miklu tækifæri sem Íslendingar standa frammi fyrir, en líka mikilvægi þess að hér verði ríkjandi pólitísk stefna sem að nýtir þessi tækifæri. Undanfarin ár hafa því miður að miklu leyti farið til spillis og við höfum dregist aftur úr hvað varða mjög margt, fjárfestingar í sögulegu lágmarki. Það þyrfti ekki að vera svona. Við gætum svo hratt og svo vel byggt upp velferð fyrir alla í samfélaginu. Í ræðu sinni vitnaði Sigmundur Davíð í orð Jörans Perssons, fyrrverandi forsætisráðherra Svíþjóðar, þess efnis að tjón af viðbrögðum við efnahagskreppu væri meira en af kreppunni sjálfri. Ef við leggjum saman tjónið, þá orðið meira tjón fyrir efnahag Íslands af þessari ríkisstjórn heldur en af efnahagshruninu sjálfu. Þar má nefna að menn skuli hafa kastað af glæð tækifærum til þess að leiðrétta skuldir heimilanna. Það má nefna að fjárfesting sé hér í sögulegu lágmarki, atvinnuleysið. Tjónið af þessu öllu og röngum pólitískum viðbrögðum orðið meira en af hruninu sjálfu. Þau málefni sem brýnt að ráða fram úr næstu misseri að mati formannsins gjaldmiðilsmál, atvinnumál, skuldamál heimilanna og löggæslumál. Það ekki hægt að á sama tíma og við stöndum frammi fyrir ógn af skipulagðri glæpastarfsemi sé niðurskurðurinn í lögreglunni slíkur að lögreglan segir að hún sé að verða óstarfhæf.